Arnar, sigur í Keflavík, þú lítur að vera, bara kampakátur. Já, það var mjög skemmtilegur leikur og bara ánægður að ná að vinna, sko. Hvað er að skapa þetta fyrir þína drengi hér í dag? Eins og ég sagði við einhvern, sko, við vorum aðeins orkumeiri í öðru leikluta. Þeir fóru mjög illa með okkur, svona, náðu að keyra á okkur, skora auðveldlega á okkur í þriðja. Svo í fjórða leikluta var það svona trúðaskottskeppni, sko. Uppgjör toppliðana, ég meina liðið sem hefði unnið þennan leik hefði, ég meina verið efst í deildinni. Hversu þýðingarmikið er það fyrir liðið að, ég meina, halda áfram að halda í toppsæti? Bara, veit það ekki alveg, sko. Það hefur verið bömmir að tapa í Keflavík? Það er alltaf bömmir að tapa. Hvað, alltaf kannski svona fyrirfram, ég meina, tvö efstu liðin í deildinni, eru þið eitthvað farnir að horfa á þetta verið kannski mögulegt match-up í play-offs næstu síðan? Slakur Davíð Aldur. Hvað? Ég er ekkert veist, ég hugsa hvað er að fara að gerast í play-offs. Nei. Og hvað eru margir leikir eftir? 7, 8, 9 eða eitthvað? Það eru nokkru leikir eftir. Það er slatt eftir, þannig að við slum bara vera rólegir. 6. En þú ert spenntur fyrir svona frammistöðu að koma á... Spenntur fyrir svona frammistöðu hjá þínum mönnum að koma út í völl og klára svona leiki? Já, það er alveg gott í þetta leik sem þeir að vinna í og það er alltaf þannig. Hvernig finnst þið nýju menn vera að koma inn svona á nýju ári? Já, flottir, sko. Bara skemmtilegur hópur og menn sem eru tilbúin að taka hlutverk. Takk fyrir. Takk.